Í þessu kennslumyndbandi ætlum við að fara í gegnum hvernig að nota lyklaborðið Gboard sem er partur af Google fjölskyldunni. Við byrjum á því að fara inn á annarkvort App Store eða Play Store eftir því hvernig tæki við erum með. Ég ætla að fara hérna inn á App Store og við leitum að og hérna sjáum við að Gboard kemur upp. Ég er nú þegar með það inn í öðru tæki sem ég á en nú ætla ég að setja það upp í iPadinu. Og ég ýti hérna á skýið og þá fer forritið að hlaðast inn í iPadin. Og þá erum við komin með forritið hérna inn í App Store og við opnum það, Open. Og þá lítur það svona út. Stundum biður hún fyrst að í rauninni leyfa það og í öðrum tilfellum er hún að vill hún bæta við sem sagt bara tungumáli strax. Við ætlum að byrja á því að bæta við tungumáli og við sjáum að íslenskan er komin hérna og við ætlum að bæta henni inn í og þá bara leðist hún niður. En það sem við þurfum einnig að gera að við þurfum að leyfa þessu lyklaborði að hafa aðgang að hérna í rauninni því sem hann þarf. Og við förum hérna inn í Settings og inn í General og veljum hérna Keyboard og finnum lyklaborðin hér og hérna sjáum við lyklaborðin sem ég er með og við veljum Gboard og leyfum þess að hafa fullan aðgang að því sem að þarf. Og þá ætlum við að prófa að sjá hvernig þetta virkar. Við prófum bara að fara hérna inn í Notes til dæmis og ætlum að velja hérna að hafa það og ef að maður er að skipta á milli þá kemur venjulega hnötturinn hérna og þá getur maður skipt lyklaborð. Eins og ef að þetta er svona venjulega þá get ég ýtt á hnöttinn og valið hérna Gboard. Síðan þegar ég er komin inn í Gboard get ég valið á hvað tungumáli og nú er ég með íslenskuna og ég get sett hann inn í. Það sem að það hefur framöður er að íslenskan er hérna og ég get bara sé hérna til dæmis ef ég ýti á hann þá spáir hann fyrir hvað ætlar að skrifa næst. Hann er þekktastur fyrir hlutverk sitt í myndinni og svo væri ég hugsanlega að fara að skrifa eitthvað meira eða bara eitthvað annað að þá spáir hann fyrir. En ef maður til dæmis ýtir á bílstöngina og heldur henni niður í smástund þá kemur lyklaborðið upp með þann möguleika að tala inn og hún skrifar niður á íslensku. Reyndar ætti þetta náttúrulega ekki vera hún, heldur það. Og við getum haldið áfram. Og aftur á bílstöngina. Í dag er föstudagur. Föstudagur kemur á eftir fimmtudegi og á eftir föstudegi má gera ráð fyrir því að það komi sunnudagur. Og hún nær nánast öllu því sem maður segir. Í dag er mikill snjór. Gera má ráð fyrir því að fjölmargir leggi leið sína í Hlíðarfjall til þess að stunda skíðaíþróttir. Og þó maður setja inn svolítið flókinorð að þá lesum þau einnig. Þannig að að gera. Þannig að nú er bara komið að því að prófa og takk fyrir.